Við ætlum að tala bæn í dag. Það voru margir að spyrja Jesú oft á tíðum hvað myndi nú gerast svona við endalok þessa heims og hvernig verður endirinn og allt þetta. Og Jesú svaraði alltaf eins. Hann sagði vakið og biðið. Það ekki yðar að vita tíma og tíðir. Hann sagði bara veriði vakandi og veriði biðjandi. Og ef við að vaka og biðja, þá við að vaka og biðja. Ekki? Það erfitt að sofa ef maður á að vaka og biðja. Þannig að ég trúi því að það sé mjög mikilvægt að kirkjan sé biðjandi. Og mér langar aðeins að áður við komum inn í þessar ritningar sem ég ætla að lesa, að tíminn sem að Jesús lifði á, veit ekki hvort þið vitið það, að hann hafði sinn tíðaranda, hann hafði sinn réttrúnað, eins og við höfum í dag. Það var Facebook þess tíma og svona ljót komment. Þau voru bara ekki á prenti eða á netinu, þau fóru bara fram maður og mann. Og tíðarandinn eða sá heimur sem Jesús að starfa í, það voru svona 3 meginþættir sem að móta hann og það fyrsta var að Rómverjar höfðu yfirráð, Rómverjar voru yfirvaldið. Öðru lagi, menningin, hún var grísk. Alexander Mikli, sem var bara 30, hann vann alveg þrekvirki eitthvað 300 árum fyrir Krist á að grísku menningar væða allan heiminn. Og ég hef oft hugsað það, að ég vildi ég hefði verið eins öflugur og Alexander Mikli, að það sem hann gerði, það varði næstu 300-400 árin, að þegar að Jesús kemur fram á sjónarsviðið, þá ennþá þessi gríska menning til staðar. Og það gaman að skoða það, að jafnvel Rómverjar sendu sína hermenn í gríska skóla, vegna þess að grískir skólar voru, sem sagt, já, þeir voru yfirburðaskólar. Tarsus, þar var university skóli og þar sem Sál menntaði sig. En það var grísk menning. En svo það þriðja, það var gyðingatrú. Það var trú gyðinga. Áður en að Jesús kom, þá voru margir sem að tóku trú gyðinga. Af hverju? Af því að hún meikaði sens. Góð íslenska. Hún höfðaði til skynsemi manna mitt í öllu ruglinu, hjáguðadýrkunni, að þá voru gyðingar sem bentu á að það væri Guð sem hefði skapað heiminn. Þannig að það, já, var bara góð trú fyrir almúgan, sem sagt mitt í öllu þessu rugli, skurðgoðadýrkun og öllu sem var að gerast á þeim tíma, sem líka að gerast á okkar tíma. En í Matteus, og Jesús hann kemur inn í þennan heim, og það skýrir stundum hvernig þeir töluðu saman, hvað þeir voru að segja við Jesú. Í Matteus 21, Matteus 21, frá versi 12, þá lesum við Jesú. Þá gekk Jesús í helgidóminn, rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, hann hratt borðum víxlarana, stólum, dúfna, salana. Og mælti við þá ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér gjörið það að ræningjabæli. Og helgidómurinn á þessum tíma, það var svona musteri sem Heródes hafði byggt, og utan þetta musteri var garður svona, þar sem að heiðingjarnir máttu koma inn og fórna. Þannig að það þetta stóra svæði þarna sem fólk var að kaupa og selja á, og þarna voru menn sem voru þeir voru að skipta mynt
þannig að það var ákveðin mynt sem var í gangi þarna og sem að þú þurfti til að fórna og þegar kannski fólk kom frá öðrum löndum að þá þurfti það að skipta vegna þess að prestarnir tóku bara við musterismyntinni. Þannig að það voru kannski einhverjir sem voru að græða á því og það voru aðrir að selja skepnur til sem sagt, hvað segir hérna, voru ekki dúfnasalar og stólum dúfnasalana, menn fórnuðu dúfum. Þannig að Jesús kemur þarna inn, þarna svona alls konar prógram og verslun í gangi. Jesús kemur inn og hann segir, hann rekur út og hann með svipu og hann byrjar bara að reka út og með látum. Hann var ekki mjög svona, þú veist, þetta var ekki mjög svona kærleiksrík athöfn, það segja allir að við eigum að elska svona, þú veist, syndaran og allt þetta. Þarna var Jesús, þarna sástu hina hliðina á honum, hann var í vondu skapi þennan daginn. Hann kom bara og með svipuna og rak alla út. Og svo lesum við að hann segir, hús mitt á að vera bænahús. Og en þér gjöru það ræningjabæli. Það eru öll guðspjöldin hafa þessa sögu. Markús, Lúkas, Jóhannes segja öll þessa sömu sögu. Og í Markús þá segir hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir. Allar þjóðir. Og þegar ég las þetta í gærfyrradag, allar þjóðir, þá hitti það mig vegna þess að Guð hafði verið að leggja það á hjarta mitt hérna á föstudagskvöldum að segja þessa setningu, komi ríkið þitt og verði viljið þinn meðal þjóðanna. Meðal þjóðanna. Og við höfum verið að biðja fyrir Tyrklandi, Írlandi, Írak, við höfum verið að biðja fyrir þjóðunum á bænastundum. Bænahús fyrir allar þjóðir. Ok, nú skulum við lesa áfram. Blindir og haltir komu til hans í helgidóminn og hann læknaði þá. Og æðstuprestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverki sem hann gjörði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum Hósanna, syni Davís. Vers 15. Þeir segja Hósanna, syni Davís. Og hvað þýddi það? Við töluðum aðeins um það daginn þegar einhver sagði sonu Davís. Það þýddi það að þau voru að segja að þessi maður væri Messías vegna þess að gyðingar væntu komu sonar Davís. Og þegar blindi Bartimeus hrópaði sonu Davís, þá var hann að segja að Jesús væri Messías. Og þeir sem kölluðu Jesús son Davís, þeir voru að segja að hann væri þessi Messías sem að gyðingar höfðu beðið eftir. Þetta fór í taugarnar á fariseunum af því að þeir meðtók hann ekki sem Messías. Jesús var ekki Messías í þeirra augum. Og þeir urðu gramir við hann og sögðu, heyrið þú hvað þeir segja? Jesús svaraði, já hafið þið aldrei lesið þetta, muni barna og brjóstmylkinga býrðu þér lof. Hann fór frá þeim úr borginu til Betani og hafði þar náttstað. Svo kemur hérna sagan af fíkjutrénu og við ætlum að hlaupa yfir hana en ég ætla að fara hérna í vers 23, þið þekki sögunum fíkjutréð sem að Jesús bölvaði og síðan talar hann Já, hann var áfram í vonduskapi. Og svo komum við hérna og þá kemur í rauninni, hann gekk inn í helgidóminn á ný og þá komu æðstuprestarnir og öldungarnir til hans og nú vil ég tala það sem gerðist þarna dagana á undan og segja, með hvaða valdi gjörið þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Sjáu þið Aðalbjörn Leifsson fyrir ykkur fara með svipu hérna inn í þjóðkirkjuna í Keflavík og hérna ryðja söluborðunum þar og á þess að,
Ég hræddur að presturinn og aðstoðarpresturinn kæmu og þeir myndu spyrja, hver gaf þér leyfi til að gera þetta? Ert þú einhver, lögreglumaður, ert í sérsveitinni eða hvað, ert að leita að einhverjum hælisleitendum, hvað er þetta að gera, Aðalbjörn? Sjáðu, þeir komu þarna, þetta var helgidómurinn, hann var á valdi gyðinga, en gyðingar á þessum tíma, þeir voru í samkrulli við rómversk yfirvöld, þannig að rómversk yfirvöld bökkuðu upp æðstuprestana og fariseana, þess vegna var Jesús krossfestur. Þeir spurðu gyðingana og þannig að farisearnir, þeim fannst þessi maður taka svolítið mikið upp í sig að vera að skipta sér af og þeir spyrja, með hvaða valdi gerir þú þetta eiginlega, maður minn? Og þá segir hann, ég vil leggja eina spurningu fyrir yður. Ef þér svari mér, mun ég segja með hvaða valdi ég gjöri þetta. Hvaðan var skírn Jóhannesar? Frá himni eða mönnum? Þeir ráðguðust hver við annan og sögðu, ef við svörum frá himni, spyr hann, hví trúðu þér honum ekki? Ef við segjum frá mönnum, megum óttast líðin. Því að allir telja Jóhannes bámann og þeir svöruðu Jesú, við vitum það ekki. Hann sagði þá við þá, ég segi þér ekki heldur með hvaða valdi ég gjöri þetta. En Jesús, hann var góður, nú var hann komin í góðaskapið. Hann var bara, hann hafði vísdóminn og viskuna til að svara þeim. Og í Jóhannesar guðspjalli þá þessi saga sögð líka og þar virðast hafa verið aðrir farisear sem komu og þar svarar hann þeim öðruvísi. Þið getið lesið það í öðrum kaflanum í Jóhannesar guðspjalli. Að það virðast fleiri hafa spurt. En það sem að okkur langar að, ég veit ekki hvort ég má segja fókusera á, er þetta með bænahúsið. Jesús, hann í raun og veru, hann sá þetta sem bænahús föðurins. Hann sá musterið sem eitthvað sem tilheyrði Guði. Hann sá það þannig að hans vald væri æðra þessu mannlega valdi og þess vegna greip hann inn í. Og hann sá að það var eitthvað verið að gera í þessu bænahúsi sem var ekki hjarta föðurins, ekki í takt við föðurinn, þannig að hann bara kom og greip inn í. Og það sem mig langar að koma hér aftur að er þegar hann búinn að hreinsa húsið, hvað gerist þá? Þá byrja tákn og undur að eiga sér stað. Blindir og haltir koma í helgidóminn og hann læknaði þá. Og þetta talaði til mín að það er svo ofta auðvelt að fá fólk til að sameinast eitthvað prógram og stundum er það bara gott málefni, það getur verið hjálparstarf og hvað það er og allir koma og vilja gefa dag og vinna. En svo auglýsum við bænadag og það er svo erfitt. Það er svo erfitt að koma og biðja. En það er það sem að Jesús sagði okkur að gera. Hann sagði okkur að kirkjan væri bænahús fyrir alla þjóðir og kirkjan, hérna helgar Jesús bara kirkjuna eða helgidóminn sem bænahús. Hann bara ýtir öllu draslinu út, öllum prógramunum, öllu því sem að búið að setja upp á dagatalið, þetta, þennan daginn, þessi kirkjukór þarna og þetta bara burt með þetta allt saman og nú bara skulum við biðja. Og vitið það, systkini, að ég upplifi það að þetta er það sem Guð er að segja við sína kirkju í dag. Við þurfum að fara inn í öflugt bænastríð. Það segir að í Matteus 11 að ofríkismenn þeir taka ríkið með valdi og stundum hefur þessi ritning þvælst fyrir okkur. Hvað er þetta? Eru það ofbeldismenn að taka? Nei,
Ég trúi því að það kirkja Jesú Krist sem tekur vald í andanum og sér hvaða vald hún hefur og byrjar að biðja og hún í raun og veru opnar leið fyrir Guðs ríkið inn í þetta ríki, þennan heim. Getið þið séð það? Af því að Jesús Kristur, hann sagði, mitt ríki ekki af þessum heimi. Mitt ríki ekki af þessum heimi. En hugsið ykkur, hérna byrja kraftaverk að gerast. En sjáu þið, við höfum fullt af kirkjum og sko, við byggjum svona hjólastóla aðgengi, en Jesús, ég alveg viss að hann myndi rífa það niður og bara lækna þá sem kom í hjólastólum. Fyrirgefið því. Að sjáðu, við erum svo upptekin á okkar prógrömmum, ég ekki að segja sér rangt, með ekki misskilja mig, að við gerum aldrei ráð fyrir krafti Guðs. Gerum aldrei ráð fyrir því að Guð, hann sé Guð og hann sé almáttugur og hann hafi allt vald og allan kraft. En hérna sjáum við það að húsið orðið bænahús og nú byrja blindir og haltir að koma. Og þegar ég var að hugsa þetta, þá skrifaði ég auðvelt að fá fólk til að flykkja sér á bakvið alls konar prógram, góð málefni, allt gott við það. En samt höfum við áfram hérna sjúku á meðal okkar, höfum áfram þá sem eru bundnir í fjötrum, þá sem losna ekki úr alkohólisma, þá sem losna ekki úr eiturlyfjafísn. Og Jesús sagði, hús mitt á að vera bænahús, þar sem allir þessir fjötrar brotna, þar sem allt þetta fólk kemur inn og fær lausn. Hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir. Og af hverju bænahús? Hvað var það sem Jesús kenndi okkur að biðja? Komi ríki þitt. Við lifum í heimi sem eru undir valdi óvinarins. En þegar við biðjum komi ríki þitt, og ef þið hafið lesið ríki hans í himninum, engir sjúkdómar, engin tár, engin örvænting, engir fjötrar. Hann að segja, biðjiði komi ríki þitt, komiði biðjiði inn Guðs ríkið, þar sem að frelsi, gnægð, lausnar, þar sem Guð sjálfur sestur að völdum. Hús mitt á að vera bænahús. Hann segir, í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustur yfir sigrað heiminn. Og það saga í Gamla testamentinu af þjóð. Og þið lesum það í annarri Mósebók, 3. kafla, að Ísrael, eða öðrum kafla 24. vers, Ísrael byrjaði að hrópa til drottins. Og Guð, hann svaraði. Og það sagt að Guð, hann myndi sáttmála síns við Abraham, Ísak og Jakob. Þegar þú hrópar, þá minnist Guð sáttmála síns við Jesúm Krist, sem sáttmálabróðir okkar. Og þegar við tökum bikarinn og segjum í þína minningu, þá erum við blóðbræður. Við erum sáttmála börnin. Við erum blóðbræður Jesú Krist. Við erum blóðbræður Jesú Krist. Og þegar að Guð minnist sáttmála síns, þá segir hann, þarna blóðbróðir. Þarna blóðbróðir. Ég skuldbundin til að gera eitthvað í málinu. Og þegar að Ísrael hrópaði, þá segir sagan að Guð, hann opinberaðist Móse og Guð sagði við Móse, ég komin niður til að frelsa Ísrael. Og við lesum söguna áfram að það var mikil þrenging eftir að Guð gaf svarið, eftir að Guð kom niður. Það var svo mikil þrenging að Ísraelsmenn hreinlega gáfust upp og sögðu, það þýðir ekkert að biðja. Það þýðir ekkert að biðja. Guð, hann bara segir að hann svari og hann búinn að segja það að hann svari og svo gerist ekki neitt. Og nú
Nú eru syndafjötrarnir ennþá þyngri á okkur. Það eru meiri veikindi, það eru meira þunglindi, það er meira þetta, meira hitt. Vinnan var þyngd á þeim. En þegar við lesum söguna eftir á, þá sjáum við að Guð hafði áætlun, og þessi áætlun Guðs, hún ekki alltaf eins og okkar áætlun með svona súkkulaði með rjóma og vöfflur og rjómi. Stundum þurfum við að fara í gegnum þrengingu til þess að upplifa bænasvarið. Stundum þurfum við að fara í gegnum þrengingu til þess að upplifa bænasvarið. Stundum þurfum við að upplifa sársauka til þess að upplifa bænasvarið. Og þegar þú les söguna, að þá sjáum við að Guð hafði alltaf sömu áætlun að leysa Ísraelsmenn. Hann sagði við Móse, ég er komin niður til þess að leiða Ísraelsmenn út. Það breyttist ekkert þrátt fyrir allt sem gerðist í millitíðinni. Og þegar við lesum söguna aftur á, þá sjáum við að Guðs áætlun breyttist ekki. Hann heyrði, hann gaf sigur. Það var kannski ekki auðvelt, en útfóru þeir fyrir kraft Guðs, ekki sinn eigin kraft. Vegna þess að við sáum að þeir láku allir niður í aumingjaskap eins og við oft á tíðum, en Guð leiddi þá samt út. Guð leiddi þá samt út. Guð leiddi þá samt út. Þannig í heiminum hafði þrengingin verið hughraustir, ég hefi sigrað heimi. Mitt ríki er ekki af þessum heimi, heldur er það ríki friðar. Það er ríki kærleika. Og hús mitt á að vera bænahús. Og það segir í Jóhannes 4:24, Faðirinn hann leitar slíkra sem tilbiðja hann í anda og sannleika. Faðirinn leitar eftir fólki sem vill koma og taka ríki, sem vill bara taka ríki með valdi og út með það inn í þetta ríki og leyfa dýr Guðs að koma. Faðirinn er að leita fólki á þessum dögum til þess að biðja í anda og sannleika. Og þú segir, er það eina sem við höfum að gera? Nei, þú mátt fara út og vitna Jesú. Við þurfum bæn, kröftuga bæn, við þurfum öflugt trúboð, við þurfum fólk sem fer út og leggur hendur yfir sjúka. Og við höfum öll misjafna gjafir. En sjáðu til, við þurfum ekki öll þessi prógram og alla þessa sala og hina salana og þetta. Jesús henti þessu út. Þú mátt vera þú sjálfur. Alveg saman þó þú sért fúll á móti. Þú mátt vera þú sjálfur. Og það er bara, við þurfum að vera við sjálf. Hann Alli var að kenna hérna í gær að Jesús er vínviðurinn, við erum greinarnar, og hann var að kenna föstuna, mér fannst það svo gott, að þegar við förum inn í föstu, að þá leyfum við Guði að sníða af það sem á ekki að vera. Og hann sagði að þegar þú fastar, þá skaltu vita hvað þú ætlar að biðja Guð að sníða af þér. Er það vondaskapið? Er það kærleiksleysi? Er það leti? Það er gott fyrir mig allavega. Samsvara vel þar. Gott að leggjast í sófan eftir samkomu. Sjáðu, það er gott. Guð, hann vill hreinsa sitt fólk. Hann vill hreinsa sitt fólk. Guð er að leita tilbeðendum sem tilbiðja hann í anda og í sannleika. Og við getum verið við sjálf. Það sem ég var að segja, húsið er bænahús, og eins og ég sagði í upphafi árs, ég ætla ekki að hafa einhverja rosa vision fyrir ykkur að gera þetta og sem sagt við reisum hérna eða fáum $10,000 til að framkvæma þetta. Finn þú út hvað Guð er að kalla þig til, svo vinnum við saman. Svo vinnum við saman. Þú ert hluti af líkamanum. Þú ert hluti af bænahernum. Og þetta gerist ekki nema þetta verði svona neyð í hjörtum okkar að við sjáum húsið sem bænahús. Og ég trúi því að við getum stöðvað hryðjuverk ef að við tökum vald í andaheiminum hérna á þessu svæði, þá leyfum við ekki hryðjuverk á þessu svæði. Af því að illu andarnir þeir komast ekki að. Einhver kemur hérna inn með sprengju,
Guð leyfir það ekki. Guð leyfir það ekki að því við erum búin að binda tignirnar og völdin. Amen. Hús mitt á að vera bænahús. Og faðirinn leitar slíkra tilbiðjenda og það eru, eitt vers að lokum, það eru þeir sem að Sálmur 105, við vorum að kenna bæn hérna einn morguninn og þar var vers sem að vakti athygli mína, hefur oft gert það áður. Það segir 105:4, leiti drottins og máttar hans stundi sífellt eftir augliti hans. Amplified Biblían notar orðið að við eigum að hungra eftir augliti hans. Enska orðið crave. Og enska orðið crave óstjórnleg löngun. Það svona eins og þegar mig og Þormar okkur langar í súkkulaði. Það konfekt á borðinu og svo horfum við á konfektið og okkur langar og svo kurteisir og svo bíðum við eftir hverju fyrstur. Nei. Orðið ég verð að fá konfekt núna því ég sé það. Og ég verð að fá kaffi. Það nú annar löstur. Gott að fasta fyrir því. En það eitthvað sem okkur langar ægilega í og orðið segir hérna að Guð, hann þráir fólk sem að langar svona til að vera með honum. Sem að bara þráir hann, þráir anda hans. Og þegar þetta fólk kemur saman og byrjar að biðja, þá hrærist staðurinn, systkini. Þá hrærist húsið. Það var einhver kirkja þar sem að sást eldur. Það sást eldur, það var kallað á slökkvilið. Þeir voru að biðja og það sást eldur. Það var í Bandaríkjunum, það ekki langt síðan. Það var kallað á slökkviliði af því að einhver sá eld yfir kirkjunni. Væri það ekki frábært? Ef það væri kallað á slökkviliði og þeir kæmu hérna og segðu, hvar eldurinn? Og jafnvel að þeir sæju nú eldinn. Og Guðs fólk að biðja. Þeir eru að tala eitthvað tungumál sem við skiljum ekki. Hús mitt á að vera bænahús, elsku vinir. Það á að vera bænahús. Og það staðurinn þar sem hinir sjúku læknast. Bænahús opnar fyrir Guðs ríkið, Guðs vilja, lækning og leiðir fólk út undan þrældómi syndar. Kirkjan á að vera hús þar sem fólk kemur inn og fær lausn. Amen. Mér langar að segja ykkur aðeins í sambandi við lækningar. Ég sá, hann Aðalbjörn benti mér á myndband, reyndar þekki ég manninn betur en hann. Ég var í hernum hjá honum, Morris Rello, búinn að vera í baráttunni hann búinn að vera predika orð Guðs í 70 ár. 70 ár. Hann 85 ára. Gerðist fyrir ári síðan að hann fekk drep í fótinn. Ég veit ekki hvað kallað það. Enska orðið var, ég man ekki hvað, en það var mynd af fætinum á honum og það var svo ógeðslegt og þetta var eins og svona langt og við gætum jafnvel fundið þetta ef þú segir Kenneth Copeland og Morris Rello að þá myndband þar 1 mínútu langt en mér langar bara að segja ykkur að þetta var svo ógeðfellt. Í 8 mánuði var hann að berjast við þetta. Hann misti máttinn í fætinum. Þetta Guðs maðurinn sem hefur, öll þessi ár, séð stórkostleg kraftaverk. Stórkostleg kraftaverk. Fólk upp úr hjólastólum, blindir hafa fengið sýn og þetta hefur verið að gerast í 70 ár í hans lífi og þjónustu. Nú hann allt í einu svona. En vitið þið hvað? Hann bað ekki Guð að lækna sig. Hann bað Guð bara að fá að koma heim. Og hverju kvöldi tókust þau í hendur konan hans og hann. Hann bað Guð að fá að fara heim. Hún bað Guð að lækna hann. Og svo það að Kenneth Copeland sem annar predikari, hann kemur þarna og talar á konferens hjá honum og hann kemur með þekkingarorð inn í kringumstæðurnar og biður Guð að bænheyra konunans.
Og í þessu viðtali þá segir Kenneth við hann, sko, Morris, það allt í lagi þó þú fari heim til drottins, en bara ekki svona. Guð, hann getur læknað þig fyrst, svo máttu fara. Og hann sagði þetta við hann á þessum tíma. Og Morris var búinn að segja mörgum frá þessu. Morris hafði góðan læknir sem var vinur hans. Og hann sagði að þeir gætu gert tilraun með lyf sem eitthvað hræðilegt eitur. Hann sagði, við getum gert tilraun, það líklegt að það vinni eitthvað á þessu, en það getur líka drepið þig. Þannig að hann afþakkaði. Og svo var það að, man ekki hvernig það var, en það kom sá tími að hann bað Guð að lækna sig. Vitið þið hvað? Guð læknaði hann. Bara nokkrum, held ég, dögum eftir þessa bæn, að þá hann komin upp í flugvél og á leið að predika á stórri samkomu. En hann sýnir fótinn þarna í myndbandinu og það bara eins og bara barnaskinn. Guð skapaði nýtt vegna þess að þetta var bara drulla sem þú sást, bara rautt og drulla, skinnið var farið og það bara átæði þessu, en Guð skapaði nýtt. Og hann bara eins og nýr maður og hann sýndi það þarna, hann getur hoppað og skoppað og hann sem var búinn að vera í hjólastól í 8 mánuði. En þetta sýnir okkur að Guð að lækna enn þann dag í dag sjúkdóma sem að læknar ráða ekki við. Það ræður Guð við. Þess vegna, systkini, trúi ég að húsið eigi að vera bænahús. Og skiptir ekki máli stuð eða ekki stuð. Meina, ég vil frekar hafa Guð heldur en stuð. Fyrirgefðu. Við þurfum að fá þetta inn í hjarta að Guð almáttugur Guð og hann elskar okkur og hann þráir að nota okkur eins og við erum og þar sem við erum, og þessar hendur eru helgaðar Guði til að leggja hendur yfir sjúka svo við getum sagt öðrum frá Jesú. Ég þrá að sjá það aftur að við leggjum fyrst hendur yfir sjúka, síðan segjum við þeim frá Jesú. Eitthvað betra tækifæri heldur en þegar við höfum séð einhvern læknast af krabbameini? Ef þú segir, það gerist nú svo sjaldan. En þá, það byrjar að gerast. Það byrjar að gerast í bænahúsinu og fólki sem gengur út úr bænahúsinu, það gerir tákn og undur. Gerist ekki allt hérna inni endilega, en fólki sem gengur út. Aðalbjörn fekk að sjá tákn og undur þegar hann fór til Thailands. Og ég veit að sum ykkar fleiri. Bergþóra bað fyrir konunni í búð, heyrði ég. Ekki frá henni, hún sagði mér ekki. Ég heyrði, það var annar sem sagði mér. Og hún læknaðist. Sjá, Guð notar okkur. Þannig að við þurfum að sjá bara að húsið bænahús og ef við viljum lifa í þessum einfaldleika, að þá kemur kraftur Guðs. Þá kemur kraftur Guðs. Amen. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir húsið þitt. Þakka þér fyrir, Drottinn, orð þín Jesús Kristur. Þakka þér fyrir að þú varst þú sjálfur og Drottinn, þú skiptir skapið þínu, Drottinn minn, og frelsari á þeim sem voru að selja og kaupa og þú hreinsaðir húsið og Drottinn, þú vilt líka hreinsa okkar hús í dag. Þú vilt hreinsa mustir okkar og þakka þér fyrir að þú ert vinur okkar. Þakka þér fyrir að, Drottinn, að þú ferð mjúkum höndum okkur, Drottinn, blóðbragðið þína, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú, Drottinn, tekur okkur með þér í þessa ferð, Drottinn, þar til þú kemur. Þakka þér fyrir að við fáum að sjá anda þinn ríkja, anda þinn koma og ríkið þitt eflast í nafni Jesú. Í nafni Jesú. Drottinn minn og Guð minn, þú ert Abba,
og þig viljum við lofa eilífð. Amen. Amen. Drottinn blessi ykkur, elsku systkini. Ef það einhver sem vill fyrirbæn, þá viljum við gjarnan biðja með þér.